mjög ýkt meðvirkni með einhverju vógrugli býr til Donald Trump. Þetta bara alltaf svona. Mjög ýkt meðvirkni með Þorsteini Kallmennskun og Eddu Falag býr til það að allt í þeir eru bara líka bara einhverju gæjar sem eru raunverulega að brjóta á konum. Það bara gerir enginn neitt í því að þetta allt bara orðið kjaftaði. Þannig að þetta alltaf þannig að fólkið sem að fara lengst í einhverja meðvirknis átt með einhver og þorir ekki að standa upp og segja það sem það raunverulega að hugsa, það að búa til, það að eyðileggja eitthvað sem í grunninn var góður málstaður. Og maður farin að sjá þetta í svo mörgum málaflokkum, sko. Hvernig við endum alltaf og þess vegna í pínu núna ég að horfa á svona, ok, þessi núansar sem að vantar, sem bara, getum við ekki öll verið sammála það ekki eðlilegt að einhver málaflokkur fari úr 500 milljónum á ári upp í 50 og eitthvað milljarða. Það þarf að skoða það. Við erum bara fámennt land, það ekki eðlilegt að hinga komi bara fullt af fólki sem setjast upp á kerfið, alveg sama hvað þetta fólk í erfiðum aðstæðum. Það ekki eðlilegt að hinga komi fólk sem ekki tilbúið að aðlagast gildunum okkar og bara með rosa skrýtnar og fornaldalegar hugmyndir einhverja hluti sem við töldum okkur löngu vera komin á allt annan stað og það búið að kosta hluti í gegnum mannkynssöguna að komast á góðan stað með þessa hluti. Þarf það að þýða að við séum þá í alvörinu komin þangað að bara ef þú ert brúnn, ef þú ert frá okkur landi þá sért ekki velkomin. Nei, please ekki vera svona vitlaus. Mér finnst mannlegt eðli svo áhugavert og við erum svo mikið hjarðdýr og ég sé núna bara á Íslandi hvernig það svona verið stemning og þá svona að við tökum þessa póla, það ágætt í öðrum pólunum bara, ég þarf bara að vera inni og heima hjá mér og velta mér upp úr í hvað allt erfitt af því að ég er svo mikið loftslagskvíða. Nú þetta bara pína að fara þangað bara svona þú ætlar að vera með innflytjendakvíða. Þannig að þú ert ekki að taka ábyrgð á lífiðinu, þú ert ekki að gera það sem þú ert að gera og það allt innflytjendunum að kenna. Alveg eins og hjá Vogue vinstraliðin þetta allt bara, það svo erfitt að vera til að því með mikið loftslagskvíða. Bara girtu upp þig, það ekki innflytjendum að kenna þig líður illa. Taktu ábyrgð á eigin lífi.